Pierre Poilievre mun nánast óumflýjanlega taka við sem næsti forsætisráðherra Kanada. En hver er maðurinn? Þið eru að hlusta á Pæling dagsins. Í dag er 10. janúar 2025 og við ætlum að fara yfir þessi mál hérna í dag. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið. Ég var með annan þátt undirbúinn fyrir daginn í dag en ég var ekki nú ánægður með hann. Mér langar að vanda mig við þessar umræður en þann fjallar fólksflutninga til Evrópu og Íslam en mér langar að betrumbæta hann samhliða því að hreyfingar í þessum efnum og það sem er að gerast núna í Evrópu eru svo rosalega miklar þessa dagana að mér langar svona aðeins að sjá hvernig svona rykið fellur. Það eru miklar væringar í heiminum, kannski mun þetta ekkert róast, kannski mun þetta bara halda áfram að vera erfitt, en það fór sér allt í háa loft, sérstaklega í kringum grooming gang skandalinn, þar sem að ungum stúlkum í 2000 tali að svo virðist að hafa verið nauðgað af múslimskum gengjum og stjórnvöld þar í landi aðhöfðust lítið sem ekkert og það hefur ollið upprisu mikils rasisma og svona rauninni bara ótrúlegar vendingar á öllum sviðum en eins og segi, mér langar að taka þetta í sérþætti, hann er nánast tilbúinn en mér langar aðeins að vinna hann betur áður en ég fer yfir hann. Þannig að í gær sast ég bara niður og skrifaði upp smá úttekt á svona stjórnmálamanni sem að mér þykir alveg ótrúlega áhugaverður. Hann heitir sem sagt Pierre Poilievre eða ég held ég sé að segja þetta rétt, það er allavega ekki Poilievre, maður segir þetta ekki þannig, þetta er Poilievre en sko óháð því hversu erfitt er að segja nafnið hans þá er hann alveg ótrúlega mælskur, ótrúlega áhugaverður. Hann hefur sko sérstaklega þegar hann kom að sjónvarpssviðið þá var mikið reynt að svona útúða hann sem svona þessi öfga hægri maður sem er sem sagt sá sem í dag talar fyrir svona ákveðnum íhaldslegum gildum, talar fyrir því að taka á glæpum, taka á of miklum fólksflutningum, taka á efnahagsmálunum, taka sérstaklega þá sem að kemur að peningaprentun en eins og segi, það er eitthvað sem hefur svona verið kallað öfga hægri maður í dag. Það virðist náttúrulega vera sem að fólk er orðið þreytt á þessum útskýringum á öllum þeim stjórnmálamönnum sem að virðast tala fyrir einhvers konar almennri skynsemi en þetta er svo eins og segi, hann er mjög áhugaverður og núna hefur Justin Trudeau sagt af sér og verður svona áhugavert að sjá hvaða forystu hans flokkur mun koma til með að velja sér en Justin Trudeau sagði af sér formennsku og forsætisráðherra embættinu og það sem er sko sérstakt í þessu er að við höfum náttúrulega fylgst með í Bretlandi að þá hefur verið skipt leiðtoga eins og nærbuksu sérstaklega hjá íhaldsflokknum og þess vegna kannski þykir mörgum þetta ekkert vera áhugaverðar vendingar en sko það sem að mér finnst áhugavert í þessu er sko að Poilievre er ótrúlega frábrugðinn Justin Trudeau og þetta er ekki eitthvað svona sem maður hefur kannski séð undanfarin ár en svo ég noti Bretland aftur sem dæmi, það var ekkert það mikill munur á því hvernig íhaldsmenn vildu halda utan hlutina og hvernig verkamannaflokkurinn vildi halda utan hlutina en ég vil meina það að Poilievre hefur ákveðið svona pólitískt vægi sem hefur ekki sérst lengi. Þannig að það, sko, ég held að hann, eins og ég nú fjallaði maður, ég held að hann sé ekki að koma fram á sjónarsviði í tómarúmi. Hann tránar sér frammi sem orkumála ráðherra, hann segist ekki bara vilja verða forsætisráðherra, heldur líka orkumála ráðherra og það sem er náttúrulega sérstakt við Kanada er að Trudeau hefur undanfarin, ég held að hann hafa verið núna í 9 ár, hefur verið rosalega mikið í þessu að takast á við hlutina með því einhvern veginn að friða þær raddir sem hafa talað fyrir því að við þurfum að loftslags skattleggja allt og þar fram eftir götunum en Poilievre ætla bara að gera þver öfugt við hann og ástæðan fyrir því ég held að Poilievre sé áhugaverð að þessu leyti til er að það er hægt að yfirfæra rosalega mikið af því sem hann er að segja við veruleika Íslendinga. Það er rosalega mikið af því sem hann er að tala sem að myndi eins og segi vera eitthvað ef maður bara skiptir út nöfnunum á löndunum að þá væri ekkert óeðlilegt að maður að fara með sömu ræðurnar
Og mér langar að sýna ykkur stutt myndband þar sem hann einmitt bara ræðir þetta, þar sem hann hætti sér út í þær umræður það sem hann kallar einmitt carbon tax eða svona gróðurhúsalofttegunda losunar skatta. Og mér langar að sýna ykkur eitt myndband þar sem hann meðal annars fjallar þetta. Thing Trudeau has done, why dump him now, right before an election? Have they had a change of heart? Is it because they feel guilty that they doubled housing costs, hiked taxes, unleashed crime, broke immigration, forced a quarter of the population into poverty? No. They continued supporting Trudeau when he did all of those things. No, their only objection is that he is no longer popular enough to win an election and keep them in power. They want to protect their pensions and paycheck by sweeping their hated leader under the rug months before an election to trick you and then do it all over again. Now, while leaderless Liberals focus on saving their jobs and fighting each other for power, the country spirals out of control, an out-of-control housing emergency, an out-of-control migrant crisis, an out-of-control $62 billion deficit, not to mention tariff threats from the United States. Oh, and another NDP Liberal carbon tax hike kicks in this April 1st. Everything's out of control, and now the government is out of control. This cannot go on. We need a carbon tax election now to choose between the NDP Liberal costly coalition that taxes your food, punishes your work, doubles your housing costs, and unleashes crime and drugs in your community, or common sense conservatives who will axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Canadians can take back control of their lives and their country, take back control of our border, take back control of immigration, take back control of spending, deficits, and inflation, take back control of our streets by locking up criminals, banning drugs, treating addiction, and stopping gun smugglers. We'll cap spending, axe taxes, reward work, build homes, uphold family, stop crime, secure borders, rearm our forces, restore our freedom, and put Canada first. All with one mission, to bring home Canada's promise that every hardworking Canadian gets a powerful paycheck and pension that buys affordable food and homes on safe streets where all are united for the country we know and love. Canada first, Canada last, Canada always. Let's bring it home. Sko aðtugið hann að kalla þetta carbon tax election. Það að segja hann leggur sérstaka áherslu á orkumálin. Og fyrir þá sem ekki vita þá hefur Kanada úr að moða einum stærsta og stærstu orkuauðlinda í heimi. Þeir eru í 4. sæti og eftir Venezuela, Saudi-Arabi og Íran hvað varðar olíu. Og ef ég væri persónulega að kaupa olíu þá myndi ég heldur vilja kaupa af Kanadamönnum heldur en þeim sem er svona, hvað ég að segja, eru ekki sammála okkur gildi og viðmið. En einnig hefur Kanada úr að moða mjög stórum auðlindum gas sem vestræn ríki hafa almennt keypt af löndum sem að aftur eru ekki eitthvað svona lönd sem okkur þykir almennt spennandi að eiga viðskipti við eða eru svona sameiginlega eða eru sammála okkur gildi og viðmið. Og þetta er náttúrulega ein af svona regin ástæðum fyrir því að Putin hafði það í sér að ráðast inn í Úkraínu. Það var út af þeirri hækju sem Evrópulönd hefðu svona sjálf skapað hvað varðar gasnotkun þá sérstaklega og að þau mynduð að Rússar gerðu bara ráð fyrir því að Evrópa væri búin að vanrækja orkuinn við svo mikið að þeir myndu ekki þora að standa upp í hárinu á Putin. En mér langar að bakka eins og tala sko manninn sjálfan líka. Ég varð fyrst var við Poilievre fyrir stuttu þegar hann kom fram í myndbandi sem ég langar að sýna ykkur hérna og það sem langar sko ég veit ekki hvort ykkur finnst það en mér finnst það það er eitthvað sem að gerir þetta myndband skemmtilegt út af því að hann að borða epli en hér er það. On the topic, I mean, in terms of your sort of strategy currently, you're obviously taking the populist pathway. What does that mean? Well, appealing to people's more emotional levels, I would guess. I mean, What do you mean by that? certainly you tap very strong ideological language quite frequently. Like what?
left wing, this and that, right wing. I mean, it's that type of ideological spectrum. I never really talk about left But or right. anyways, I don't really believe in that. Okay. A lot of people would say that you're simply taking a page out of the Donald Trump book. Like which people would say that? Well, I'm sure a great many Canadians, but Like who? I don't know who, but Well, you're the one who asked the question, so yeah. you must know somebody. okay. I'm sure there's some out there, but anyways, Some the people point say. of this question is, I mean, why should Canadians trust you with their vote, given not just the sort of ideological inclination in terms of taking the page out of Donald Trump's book, but What are you also talking about? What page? What page? Can you give me a Okay. page? Give me the page. You keep saying in terms of turning things quite dramatically in terms of Trudeau and the left wing and all of this. I mean, you make quite a it's quite a play that you make on it. So I'm I'm not just sure. wondering. I don't know what your question Okay, is. then forget that. Why should Canadians trust you with their vote? Common sense. Okay. Common sense for a change. We're going to make common sense common in this country. We don't have any common sense in the current government. The guy prints $600 billion, grows our money supply by 32% in 3 years. That's growing the money 8 times faster than the economy. No wonder we have the worst inflation in 4 decades. I'm going to cap spending, cut waste, so that we can balance the budget and bring down inflation and interest rates. You'll want to be able to pay your mortgage again? You want to be able to afford rent? Then you have to vote for Pierre Poilievre, because I'm the only one with a common sense plan that will bring back the buying power of your paycheck. Sko, þetta náttúrulega svakaleg ræða og náttúrulega fyrst og fremst fyndið, sérstaklega fyrir hlutin, þar sem að maðurinn að spyrja hann spurninga sem að hann virðist ekki vita nákvæmlega, hann virðist ekkert vita hvað hann að tala þegar hann að spyrja hann. Þetta og maður hefur alveg tekið eftir þessu undanfarin ár, hvað varðar svona, þegar að fjölmiðlamenn að spyrja stjórnmálamenn spjörunum úr, að þá einhvern veginn svona hent fram einhverjum svona hugtökum, og þau hugtök hafa verið einhvern veginn bara svona sjálfkrafa eitthvað sem bara kemur í samfloti við eitthvað annað. En svo aftur á móti spyr maður sig bara, þegar einhver spyr eða einhver segir eins og það er nú allir að segja þetta, eða fræðimenn segja hitt, og þá geta það kannski ekkert einu sinni nefnt hvaða fræðimenn ræðir. Fólk að segja þetta, fólk að segja hitt, og sem að gefa manni ákveðna tilfinningu gagnvart því að þetta sé eitthvað sem að sem að fólki finnst almennt. Frábært dæmi þetta hérlendis var til dæmis þegar umræða orkunótkun kom til kastana, að samtök atvinnulífsins gerðu rannsókn á því hverjir væru verulega mikið á móti aukinni orkuöflun, og líka við tökum það höfuðborgina út fyrir Svega, hvernig þegar fólk út á landi. Ég var á jólunum fyrir vestan og það var, ég man ekki, held að það hafi verið 9 eða 12 stiga frost eða eitthvað þannig, og rafmagnið fór af á aðfangadag. Og ég hugsaði með mér, þetta er bara veruleiki sem fólk býr við, þar sem bara rafmagnið getur farið af í 9 til 12 stiga frosti, þar sem að orkan er oft sótt með olíubrennslu. Þannig að þegar það er verið að tala að auka orkuinnviði, þá er þetta bara ekkert eitthvað sem er í tómarúmi. En eins og segi, samtök atvinnulífsins gerðu þessa rannsókn þar sem að koma mitt fram að 3% landsmanna voru á móti orkuöflun. Umræður eru ekki eitthvað sem að bera þess vitni. Það er miklu frekar þannig að fólk er almennt með það á tilfinningunni að þetta sé eitthvað sem að virkilega þurfi að takast á við hugmyndafræðilega, bara að það sé bara helmingur fólk sem er á móti orkunótkun og hinn helmingurinn er með orkunótkun, þegar að veruleikin er sá að það er algjörlega fjarstæðukennd hugmynd. En þegar að einmitt, hvað ég var að segja, þetta er náttúrulega svolítið vandi líka þegar að RÚV lendir í þeim aðstæðum að þeir eru að fara að ræða eitthvað, að þá er það, ég veit nú ekki hvort það sé í eða eitthvað þannig, ég veit allavega að þegar þeir eru að tala við stjórnmálamenn, að þá þurfa þeir að gefa flokkum mikið vægi, óháð því hversu mikið vægi þeir hafa almennt í samfélaginu. En ég gerir svona ráð fyrir því að það sé sama upp á teninginu þegar kemur að einhverjum svona hagsmunabaráttum, þar sem að fólk er að tala orku og það er einn að vera með og einn að móti.
eða jafnvel sko ekki einhver með. Það er oftast þannig að fólk sem er bara á móti er til umræðu, en það skekkir rosalega mikið ímynda okkur, sérstaklega gagnvart því hvað er raunverulega í gangi. Og eins og ég segi, þá hefði svona almennt séð þegar að stjórnmálamenn eru til viðtals svona slagorð eins og fólk er að segja og fræðimenn segja, þetta hefði bara verið látið slæta, en hann gerir það ekki þannig. Og mér finnst það svona einstaklega áhugavert með við svona það sem maður hefur almennt verið að sjá. En þetta er náttúrulega hefur verið hluti af réttrúnaðinum sem að reyndar Jakob Bjarnar vinur minn hefur sagt að er ekkert alltaf vinstri eða hægri, heldur byggist miklu frekar á því að svona hugmyndafræðileg ágreiningsefni séu látin líta þannig út að það sé einhver fyrirliggjandi sannleikur og þú eigir að segja ákveðin slagorð til þess að vera álitinn sem málsmetandi maður. Hérlendis hefur til dæmis sko hugtakið nýfrjálshyggja verið svona einhvern veginn slegið fram. Þetta er hugtak sem bara svona slegið fram það hvað sé að í samfélaginu. Það bara, já, þetta er náttúrulega nýfrjálshyggja. Og svo þegar maður spyr fólk að ég bara nákvæmlega hvað þetta þýðir, þá eru náttúrulega mjög fátt svör. En þetta er sjálfkrafa eitthvað vont. Ef þú segir, við þurfum náttúrulega að gera okkur, þetta er, ef þú tala fyrirtækjarekstur, ef þú tala einhvers konar ágreining það hversu háir skattar er að vera, að þá heyrir maður þetta oft bara eitthvað, já, við erum náttúrulega að koma úr nýfrjálshyggju tímabilinu. Enginn hefur hugmynd það hvað er. Nú það er þetta slá svona, jú, það er Thatcher og Reagan, það sem er svona einkavæðing en bara nýfrjálshyggja, þetta er orðið svona eins og að bölva einhverjum að segja hérna, já, þú er náttúrulega bara nýfrjálshyggjumaður. Maður veit ekkert hvað það þýðir. Ég er frjálshyggjumaður, er ég nýfrjálshyggjumaður? Ég bara veit það ekki, ég veit ekki eins og hvað það þýðir. Fíla ég Milton Friedman? Já, ég geri það. Er ég þá nýfrjálshyggjumaður? Kannski, ég bara hreinlega veit það ekki. Þetta er hugtak sem er bara slegið fram í öllum umræðum og er sjálfkrafa vont. Og þetta er svo gott dæmi, það sem að Poilever segir einmitt bara þannig, bara hvað er að tala um? Hvað er þetta að segja? Og svo náttúrulega í seinni hluta þessa myndband, þar sem að fréttamaðurinn gefst upp á því að spyrja hann bara eðlilegar spurningar, að þá kemur hann með mjög áhugaverðar reyfingar, þar sem hann segir einfaldlega bara að hann er að tala fyrir almennri skynsemi og að gera almenna skynsemi almenna aftur. Þetta þýðist kannski ekki mjög vel á íslensku, en hann er alltaf að tala eins og þið heyrðu common sense, en ég held að það sé samt alveg hárrétt hjá honum sko. Bara eins og ég hef fjallað nokkra þáttum, að við erum búin að sannfæra okkur það að fólkið sem er helst til þess, eða best til þess fallið til þess að takast á við einhvers konar vandræði eða takast á við erfiðleika hjá fólki, séu þeir sem að vorkenna þeim mest. Og þeir eru ekki tilbúin til þess að gera neitt sjálfur, heldur þurfum einhverju aðrir að borga, oftast ekki náttúrulega skattkerfið, og við þurfum að skattleggja breiðubökin til þess að vorkenna öðrum nægilega mikið. Og ef við vorkennum öðrum nægilega mikið, að þá muni það sjálfkrafa leysast. Svo náttúrulega aukast þessi vandamál eftir því sem við vorkennum fólki meira, og þá er það náttúrulega út af því að við erum að vanrækja þetta og að fjármagna þetta of illa, og við þurfum bara að fjármagna þessa innviði. Gott dæmi þetta er til dæmis bara vanlíðan ungs fólks. Við ætlum ekki að taka símana, við ætlum ekki að reyna að minnka amfetamín notkun. Nei, það þarf að auka þetta og við þurfum að fjármagna kerfin og búa þannig hnútana að þau komast í ókeypis sálfræðitíma. Svo allt í einu erum við uppiskropp með sálfræðinga og þá þarf bara fjármagnandi ennþá meira. Þá verða ennþá stærri biðlistar og þetta er ótrúlega áhugavert. Og þess vegna eins og segi, það er hægt að taka rosalega mikið af því sem að Poilever talar og yfirfara yfir á Ísland. Mér finnst af öllum þessum svona mönnum sem eru að koma upp af svona íhaldsarmeinum, suma fíla ég alls ekki, þá finnst mér hann vera langbestur, og ég mun ekkert fara yfir allt það sem hann hefur sagt hér í dag. Ég mæli með því að bara skoða hann á YouTube, skoða það sem hann hefur verið að segja. Hann hefur verið mjög rökfastur í 20 ár, eins og hann ræðir sjálfur í viðtalið sem ég ætla aðeins að fara yfir eftir. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessu, og ég held að sko, ef honum tekst að gera það sem hann telur þurfa að gera í Kanada, að þá muni þetta leiða til þess að við sem Íslendingar munum ekki geta
virta vettugi og ég held að önnur lönd muni koma til með að líta á þetta sem jákvæðan hlut. Maður sér þetta svolítið með Javier Milei, hann náttúrulega stýra allt öðru í þessu samfélagi og samfélagi sem töluvert lengra frá okkur, en maður sér nú alveg að núna þegar hann byrja að ganga vel þá allt í einu minna að tala hann. Það alltaf áhugavert að fylgjast með því, en ég geri kannski annan þátt nákvæmlega hann líka eins og þennan. En svo ég tali aftur þessa almennu skynsemi, sko, það hefur aldrei í mannkynssögunni verið talið álitlegt viðmót til vandamála að segja við fólk, hefurðu prófað að vorkenna sjálfur? Hefurðu prófað að bara, líður eitthvað illa í vinnunni? Hefurðu prófað að bara vera heima hjá þér og gera ekkert? Hefurðu prófað það? Nú, já, það virkar ekki. En kannski ef við gerum aðeins meira af því. Það hefur aldrei í mannkynssögunni verið fyrsta viðbragð við einhvers konar vandamálum að hengja haus og væla yfir því. Mér finnst það sem að gerast. Ég veit alveg að það einhverjir að móðgast yfir þessu núna, en bara hver mótrökin? Út af því að við teljum okkur bara í trúum að allt sem að við kemur mannlegu samfélagi sem fer úr skorðum sé eitthvað sem að ríkið þarf sjálfkrafa að taka á sig. Alveg sama hvað það Þá ég ekki að tala líkamlega veikindi, ég líka bara að tala alls konar hluti sem að teljast til veikindi í dag en eru ekki veikindi. Og Sölvi Tryggva sagði nú bara við mig fyrir bara örskömmu að ef hann hefði fengið örorkubætur á sínum tíma að þá væri hann öryrki í dag. Það eitthvað sem að þarf að taka til skoðunar. Það þarf að taka til skoðunar að ef við erum alltaf reiðubúin að hoppa á vagninn hjá þeim sem að vorkenna sér, að þá erum við ekki endilega að koma viðkomandi til hjálpar. Og ég náttúrulega, ég er bara smitaður af því að vera íþróttaþjálfari. Ég hef verið að þjálfa íþrótti núna í 11 ár. Verið að stunda íþróttina sjálfur í 16-17 ár, eitthvað svoleiðis. Og aldrei það viðmót þegar einhverjum gengur illa af vorkennunum. Hann verður að gera sjálfur það sem að þarf að gera, hann eða hún. Það verður að vera vilji til staðar til þess að takast á við hlutina. Og nú segir fólk, já, nei, viljinu nú alveg fyrir hendi, þau þurfa bara aðstoð. Ég ekki svo viss. Ég ekki svo viss að miða við sérstaklega fyrirliggjandi gögn í þessum efnum að þegar að við erum alltaf tilbúin að hlaupa tilbaka fyrir alla sem lenda einhverjum vandræðum, að þeir muni vera í stakk búnir í kjölfarið til þess að takast á við eigin verkefni. Þetta bara, og almennt séð, þá erum við alltaf, lífið ein stór vandræði. Það eru allir að fara að takast á við áföll, alveg sama hvernig þau koma. Viljum við að manneskjan sem að fara að takast á við þessi áföll sé búin að lifa þannig lífi að öllum þröskuldum sé rutt úr vegi? Höldum við í alvörunni talað að sú manneskja sé betur í stakk búin til þess að takast á við lífið? Ég byrjar að ranta út í bláðan. Þetta ekki það sem ég ætla að tala þannig ég ætla að halda áfram með Pierre Poilievre. Hann bendi þarna á að það sé ekki nægilega vel tekið á glæpum, peningaprentun sem hefur verið 30% af öllu fé sem í umferð á undanförnum árum. Sama reyndar og ég held að sé mjög víða og hér einnig. Og svo skiljum við náttúrulega ekki á hverju við fáum verðbólgu og við kennum náttúrulega fyrirtækjanum fyrir það að hækka verð. Og þetta hefur auðvitað einnig áhrif á húsnæðisverðið en þar eru auðvitað vondu menninni þeir sem eru að byggja húsnæðið og rukka á mikið og þú veist, maður geti haldið áfram bara nákvæmlega eins og hann að segja. Og allt þetta náttúrulega rætur sínar að rekja í því að við mistum okkur í COVID-19 og við hugum ekki að þeim afleiðingum sem snéru að efnahagsmálunum og félagsmálunum. Nú erum við í þeirri stöðu að manndrápsmál eru fleiri, húsnæðisverð hafa tvöfaldast, matarverð orðið dýrara og kjör fólks halda ekki við þessa þróun. Og nú ég að sjálfsögðu að tala um Kanada, ef að þið miskildu það. Og ég held að ég var að tala um Ísland. Það sem mér finnst skemmtilegast í þessu myndbandi náttúrulega þetta epli. Það eitthvað eins og ég var að tala um það eitthvað frábært við að hann sé að borða þetta epli á meðan hann að tala við blaðmanninn. En höldum aðeins áfram. Jordan Peterson tók viðtal við hann sem var svona uppsprettan af því að ég ákvað að fjalla Poilievre.
Og mér langar að spila nokkur stutt brot sem ég hef búin að taka saman úr þessum þætti, þar sem að Paul Everett talar hluti sem að þykir, já eins og segi, mér finnst þetta rosalega mikið utanum umræðar á Íslandi. Og það sem náttúrulega líka svolítið sérstakt við hann að það eiginlega ekki hægt að tala hann, eins og ég var að segja það ekki hægt að tala hann sem einhvern öfgamann út af því hversu rólegur hann og virðist einhvern veginn alltaf vera. Talandinn mjög áhugaverður og hann talar einmitt að hann vilji svona að almenn vitneskja eða almenn skynsemi verði bara skynsöm aftur, ekki einu svona almenn, bara að skynsemi verði skynsemi aftur. En hér allavega fyrsta klippan. Hér fjallar hann af hverju framtíðin sé hægrisinnuð, eins og sami titill og ég var með á þætti fyrir ekki svo lengu, og þar nefnir hann sérstaklega ungt fólk í því samhengi. Og ég eiginlega sammála því, það alveg áþreifanlegt hvað ungt fólk að verða hægrisinnað. Ég hef reyndar velti fyrir mér oft hver ástæðan sé. Ég held að sé út af réttrúnaðinum. Ég held að fólk sé farið að sjá í gegnum þetta. Og þar leiðandi, já, og ég hef talað þetta nýlega við Brynjar Níelsson sem að mun taka ábyrga hægri menn að grípa þann bolta. En hérna allavega Paul Everett að tala ungt fólk og hægrisinnað fólk. People increasingly know that, and they know that if we make the right, albeit difficult, political decisions, that they will once again be able to do as their parents did, which is to say, get a house, start a family, live in a safe neighborhood, raise their kids with good traditional values. That's another thing I'm finding is that a lot of people are really getting back to those values that we were told were unfashionable. They want, young people today, they want to have families. Well, there's been a real conservative swing, especially among young men. Well, no wonder, because they've been demonized for 30 straight years for every aspect of their masculinity, from their play preferences to their proclivity to destroy the planet with their ambition. And so there's definitely an opportunity there, and clearly your political party and you are capitalizing on that you have the support from young people increasingly right across Canada. We are winning among youth. In fact, the youth were the first to come on board with me. My rallies were overwhelmingly populated with youth, which is not normal for conservatives. Right. And the reason is because in your youth, of course, you as you write it, young people want to have the adventure of their lives. They want to go into the wilderness and earn a living and bring it home and raise kids and have a purpose that's bigger than just short-termism. And I think, 20 years ago, the socialists would go to university campuses and say, vote for us and we'll let you be a kid forever. We'll give you free stuff and you'll never have to get a job. And that was very temporarily popular across the Western world. But then young people woke up and found out this was not a utopia, it was a total dystopia. And that all the things that they really valued and wanted for their lives were impossible when they were being borne down upon by this massive state. They've learned that help is the sunny side of control. And so now young people are, and I love this is great news. Það sem mig langar að ræða þessu samhengi þetta síðasta sem hann segir. Hjálp hin hlið peningsstjórnunar. Og þetta rauninni nákvæmlega sem ég var að tala hann. Bara hjálp getur verið hin hlið peningsstjórnunar. Og þetta hefur verið minna rætt undanfarin ár, en þetta aftur á móti, eins og ég var að fjalla hann, mjög mikilvægt efni, þar sem að ríkið að stækka út af því að það búið að sannfæra alla það að ef að þú getur ekki tekist á við þín eigin vandamál og þá muni alltaf ríkið grípa þig. Og þetta náttúrulega, í fyrsta lagi ósjálfbært og í öðru lagi náttúrulega fólkið sem líklegast til þess að vera að sinna þessari þjónustu ekki í stakk búið til þess að gera aðra sem að þau að þjónusta betur í stakk búin til að stakast á við lífið. Þannig að þetta ósjálfbært á báðum hliðum. Og þetta líka sem náttúrulega stærsti þráðurinn í þessu. Þetta svo mikil vantrú á mannfólk að segja að þú þurfir á ríkinu að halda til þess að lifa þínu lífi. Og þá ég ekki að tala einhvers konar nætuverðaríki sem oft slegið fram með. Keyrir þú ekki á vegunum, notar þú ekki heilbrigðiskerfið, varst þú ekki í skóla. Ég alveg sammála þessu. Ég alveg sammála því að við viljum nota til með skólakerfi sem jöfnunartæki. En það ekki þar með sagt að við getum mætt
alltaf í alla fréttatíma og sagt, já, ég meina ríkið það nú bara að ákveða hvernig það ætlar að koma til móts við þetta nýja vandamál. Það er ósjálfbært og það er líka sko miklu minni eftirspurn eftir því, þrátt fyrir það að fólk sé alltaf að tala um að það þurfi einhvern veginn að grípa. En samhliða því náttúrulega, svo maður ræði það líka, af hverju lagast vandamálin aldrei þegar það er tekið á þessu af hálfu ríkisins? Af hverju aukast vandamálin alltaf samhliða því að viðkomandi þjónusta sé fjármögnuð? Af hverju aukast vandamál? Það er bara risastór spurning sem við þurfum að spyrja okkur. Af hverju er eiturlyfjanotkun að aukast samhliða því að við séum alltaf að koma til móts við alla hópa? Þetta er spurning sem að mér finnst ekki dónalegt að spyrja. Það er ekki dónalegt að spyrja af hverju eykst eiturlyfjanotkun svona mikið. Er það út á samfélagsmiðlum? Örugglega. Ég held það. Er það ekki fyrsta verk að taka á okkur samfélagsmiðluna í staðan fyrir það að vera að búa til einhver úrræði fyrir úrræði? Ég held, eins og segi, og það er eflaust einhver sem er móðgæður núna, en ég held að lausnin sé ekki að vorkenna fólki til velmeðunar. Það hefur aldrei virkað í mannkynssögunni og ég skil ekki af hverju við erum búin að telja okkur í trúum að það muni virka í dag. Ég vinn sjálfur með fötluðu fólki og hefur verið að gera það undanfarin 15 ár og ég aðstoða við að komast í gennum daginn, en það sem að sko margir vita ekki hvernig þú aðstoðar fólk með fötlun, að þá snýst þetta fyrst og fremst að þjónustan snúi að því að þú veitir eins litla hjálp og þú mögulega getur veitt. Það er að segja, þú aðstoðar manneskjunni að klára verkin en þú gerir það ekki þannig að þú sért að stjórna. Það er mjög algengt þegar að fólk er að aðstoða fólk með fötlun að þá gerir það oft fólkið ennþá fatlaðara með því að gera allt sem að viðkomandi þarf að gera til að komast í gennum daginn. Og maður finnur alveg fyrir því, sérstaklega þegar einhverjum nýr kemur inn og er að vinna með fötluðum, að viðkomandi einhvern veginn vill fá að sko gera allt, og það er náttúrulega þá mjög stutt í það að viðkomandi farin að stjórna því hvernig þessi manneskja sem er að þykja þjónustuna fær að lifa sínu lífi. Þá bæði kemur náttúrulega á daginn að þú ert að veita ónauðsynlega þjónustu, en þú ert líka að búa þannig hnútana að manneskjan verði ólíklegri til þess að geta tekist á við verkefni lífsins, og þetta gerist ótrúlega hratt, sérstaklega hjá mjög fötluðu fólki. En þá er það líka hitt að maður hefur sér ótrúlegar framfarir hjá þeim einstaklingum sem fengu tækifæri til þess að takast á við verkefnin sjálf, jafnvel þegar er að ræða mjög mikla fötlun. En höldum áfram. Paul Ever talar húsnæðiskostnað sem er enn og aftur hægt að yfirfæra mikið yfir á Ísland. Við skulum aðeins skoða þetta. Incentivize our municipalities to grant the fastest building permits in the world to build homes. And you have a plan for that in principle? Yes. I mean, I'm going to say to the municipal governments, they either speed up permits, cut development charges, and free up land, or they will lose their federal infrastructure money. So they will have a powerful carrot and stick incentive to speed up home building. And the percentage of a new house price that's a consequence of government taxation and regulation? Well, in Vancouver, it's 60%. 60%. Now, does that include the land and the house? Yes, that includes everything. So I'll tell you how they calculate it. CD Howe took the cost of compared the cost of building a home to the cost of buying a home. Yeah. And he said, what's the gap between those two things? So they added up land, labor, profit for the developer, materials, and they compared that to the sale price. And they found the gap was $1.2 million. So that's $1.2 million of extra cost above and beyond the materials, the labor, the land, and the profit for the developer. So where's that going? Well, the answer is development charges, sales taxes, land transfer taxes, right. the delays in getting the permit, time is money, the consultants, lawyers, accountants, lobbyists that the developer has to hire in order to get the approval. So in other words, we're spending twice, in Vancouver, we spend twice as much on bureaucrats than we do on all other things combined to build a home. More money goes to bureaucrats than goes to the carpenters, electricians, and plumbers who build the place. And to add insult to injury, those tradespeople who build homes
can't afford to live in them. Right. I mean, it is, so what we need to do is slash the bureaucracy. And I'm going to say to the mayors, you're not getting federal infrastructure money until you slash your development charges, speed up your permits. I'm going to take the federal GST off new homes under a certain limit and encourage the provinces to do the same. But we've got so much land. Like we should have the most affordable housing in the world. It should be dirt cheap because we have the most dirt. We just need to get the government out of the way. Sko, ég hef pælt mikið í þessu með skriffinnskuna og ég hef náttúrulega mikið pælt í yfirbyggingunni, kostnaði og hversu mikið ýmis eftirlit og þannig hamlar uppbyggingu, en ég hef skoðað minna hvað það kostar að halda úti þessari yfirbyggingu. Og nú veit ég að það eru öfugir hvatar fyrir hendi, en það væri alveg áhugavert ef að HMS myndi taka slíkt saman. Og svo annað sem svolítið tengt þessu, og hann talar fólksfjölgun. Það sem hann nefnir að fjölgun fólks, og þá erum við að tala ekki hælisleitendakerfi eitthvað þannig, heldur álag á fyrirliggjandi kerfi þegar að fólk kemur í stórum stíl. Og slum aðeins skoða þetta með band. An undeniable success. Immigration was not even controversial before Justin Trudeau because it was so well managed here for so long. And we just need to get back to that system. It was clearly viewed as a net benefit by the immigrants and by Canadians. Absolutely. Right, and in fact, the support for immigration was strongest in kind of the rural, resource and agricultural communities where the labor was most needed and welcomed. And people integrated, they arrived here, and while we said to people, look, bring your traditions and culture and your stories, but leave the problems at the door. And this is, by the way, a history for Canada that goes back hundreds of years. I mean, the Protestants and Catholics were ripping each other's eyeballs out in Europe for centuries. And then they came to Canada and they got along. They ultimately ended up intermarrying and integrating completely. And, whether you were an Orangeman or a Catholic, Irish Catholic, you over time, you got along with your neighbor. And, in the last 9 years, we've seen that's come apart. The foreign conflicts are now spilling onto our streets. I want to put an end to that. I want to say, look, we're not interested in the world's ethno-cultural conflicts. We welcome people. Shadow side of multiculturalism. We welcome the people who come from places that have been afflicted by war, as long as they leave the war behind. And frankly, most people come here to get away from those things. So by getting back to a common sense of values and identity and reminding people that when they get here, they are Canadian first, Canada first. Leave the hyphens. We don't need to be a hyphenated society. We need to... Sko, þetta það sem hefur komið mér pínu óvart í umræðum undanfarið, sem mjög ósjálfbær þróun í málunum sem snúa að fólksfjölgun. Og hann nefnir hann einmitt þá breytu sem ekki nægilega oft nefnd út af því að fólk eitthvað hrætt við að vera kallað rasisti eða eitthvað þar fram eftir götunum. Og það að bera upp spurninguna það hvað það þýðir fyrir land þegar það verður minni hluti í eigin landi. Sérstaklega jafn smáa þjóð og við erum hérna á Íslandi. Svo snýr þetta náttúrulega líka að innviðum og öðru. En athugið að Pierre Poilievre, hann talar ósjálfbæra þróun sem helmingi minni en var á Íslandi á síðasta ári. Og 3 sinnum minni en var árið 2022 og 2023. Þetta 1,2%. Þannig að þetta alveg mjög þarft mál að ræða og þetta hefur afleiðingar á menningu og annað. Fjölgunin reyndar var í Kanadi, fór hann að skoða þetta. Hún hefur verið svolítið svakalega undanfarin ár, en hún var keimlík árið 2023 á bæði Íslandi og í Kanada. Þannig að þó svo að þetta sé búið að minnka, þá telur hann þetta ennþá vera vandamál. Hann talar einnig einkenni og fjallar það hvers konar hugmynd hann með það hvaða hlutverk einkenni Kanadamanna eigi að spila í því landi sem þeir búa í. Og þetta eitthvað sem ég talaði við Brynjar Níelsson, viðtal sem ég að fara að gefa út eftir nokkra daga, þar sem við reifuðum söguna og hvað gerist þegar mjög mörg einkenni
búa á sama stað og sérstaklega þar sem að það einkenni sem fólki kærast annað en þeirra sem að lifa þeim nálægt og þá endar það oft illa sérstaklega þegar einkennin og hugmyndunar það hvernig eigi að búa samfélag eru eitthvað sem fer í nöp við hvort annað. En við ætla aðeins að spila fyrir ykkur myndband og halda svo áfram með þetta. So we can abandon the post-nationalist state rhetoric and presume that Canada does have a Western identity founded on the a priori principles of Western democracies, and that is a uniting ethos for the people that come here. And that we owe a debt of gratitude to the giants who came before us, who fought in wars, who laid down a parliamentary democracy, and who left us behind this incredible inheritance. Yeah, I mean, we're going to be grateful again, and we're going to inculcate the values of gratitude for our incredible history. Build up the country, celebrate what we have in common rather than obsessing about what divides us, focusing on the shared values that make us all Canadian. Sko ég persónulega get ekki verið ósammála þessu. Ég hef reyndar oft haldið því fram að á Íslandi gott að búa út af þeim vörðum sem hafa verið lagðar og þeim hlutum sem að við höfum ræktað og viðhaft undanfarin 100 ár eða hvað sem það nú Ég hef alltaf verið á þeirri skoðun að við eigum að bjóða fólk velkomið en þá það undir þeim formerkjum að fólk sé að flytja til Íslands. Það ekki ósanngjörn krafa. Ég hef aldrei komið til neins lands þar sem að ég gat krafist þess að fólk myndi breyta sínum venjum og siðum til þess að þóknast mér. Sérstaklega þegar þær venjur eða siðir voru eitthvað sem voru í berhöggi við þeirra eigin. Og ég hef verið í Afríku og ég hef verið á Indlandi og þetta eitthvað sem við þurfum alveg að skoða. En hann nefnir einnig í lokin það sem svona mitt persónulega uppáhald sem réttrúnaðurinn, þar sem hann fjallar áhrif hans á landið undanfarin ár. And I think in so doing we can, and by the way, put aside race, this obsession with race that wokeism has reinserted. Well, invented even. Invented in many ways. When I moved to Toronto, it was as race blind as any country, as any city could be. Right. Right. And that's flipped. And it's flipped because of that obsessive concern with race. Right. That was something we 100% did not need in Canada. No. Right. We basically, what would you say, imported and invented racism in Canada. Right. Well, as a consequence of policy. Wokeism seeks to divide people into these different groups and subgroups, and we see the results in a 250% increase in hate crimes. But we're going to get back to the basic principle that people are judged based on their individual character and humanity rather than by their group identity. And that is actually, ironically, the most unifying thing we can do to bring our country back together and as Lincoln put it, to bind up the nation's wounds. Sko þetta náttúrulega spot on og þetta það sem ég hef verið að fjalla undanfarin ár aftur, þar sem að bleiðuskapur fólks í að gefa eftir hefur náttúrulega verið algjörlega stjörnugalinn. Það sem með sko stjörnugalnustu hugmyndir sem maður hefur nánast sko heyrt, en maður gefur bara eftir til þess að einhvern veginn þóknast mannesku sko sem þú myndir aldrei til dæmis bara bjóða heimtíðin eða eyða tíma við einhverjar aðstæður. En einhverju leiti þá einhvern veginn út af því að þetta á netinu og þá þetta aðgengilegt að þá einhvern veginn erum við rosalega meðvirk í öllum okkar, ég ætla bara að kalla þetta bleiðuskap. Og ég held, og eins og ég hef nú sagt 500 sinnum, ég ætla að segja einu sinni viðbót. Þessi réttrúnaður hefur valdið gríðarlegum skaða. Og þess vegna tel ég mjög að bara þjóðþrifa ráð að minnka þann skaða með því að úthýsa þessu rugli sem að hefur verið að eitra fyrir stjórnsýslu og fyrirtækjarekstri og öðru sem að viðkemur öllu mannlegu samfélagi á Íslandi og einum vestræna heim. Og eins og segi, sem betur fer þetta á undanhaldi og
Það gott í sjálfu sér, en svo ég bara impri á þessu. Það mjög mikilvægt að við séum vakandi fyrir þeim afbröðum sem eftir eru. Ég held að það sé eitthvað sem algjörlega fyrirliggjandi forsenda fyrir því að við getum verið að sinna öðrum málum eins og samfélagsmálum og verðmætasköpun og öllu öðru. Það að hætta að gefa eftir þessu rugli. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Ég mæli með að skoða myndbandi í heild sem ég var að reifa. Þetta klukkutíma og 40 mínútur og ég fór náttúrulega alls ekki yfir allt. En þetta var svona það sem helsta sem mér finnst áhugavert að skoða í sambandi við Poilievre, og ég mæli bara með því að tjekka þetta bara að skoða allt sem að viðkemur hans málum. Hann núna í dag minn uppáhalds stjórnmálamaður og ég hef nú eiginlega ekkert bara meira þetta að segja. Partus.is /1pæling ef að þú fílaðir það sem að hér fór fram og vilt að þetta haldi áfram. Þú ástæðan, kæri áskrifandi, fyrir því að þetta sé að eiga sér stað. Með því að gerast áskrifandi á Partus.is /1pæling þú að sjá til þess að þetta sé skapað. Svo ég segi það nú bara enn og aftur. Hafa það gott, gerið subscribe á þessa rás, dreifið þessum til vin ykkar. Hafa það gott í dag.